Einhvert fólk með sterka munsturskynjun er löngu búið að sjá samhengið milli ofhreyfanleika, þrenningarinnar Ehlers-Danlos Mast Cell Activation Syndrome og POTS og einhverfu. Rannsóknir eru í dag að draga okkur uppi. Núna eru farnar að birtast rannsóknir þar sem að kemur skýrt fram að það eru tengsl, ekki endilega orsakatengsl, bara fylgni á milli þessara þátta. Og oft kemur líka fram að kynjarófið er hluti af þessum klasa. Þetta skiptir rosalegu máli vegna þess að það sem við einhverja fólki erum búin að vera að segja í langan tíma, að greiningarviðmiðin sem horfa utanfrá á hegðun, þau eru í eðli sínu röng. Þau eru að horfa á afleiðingar en ekki orsakir og þau eru að bjóða upp á að þau okkar sem sýna ekki hegðunina, sem er forsenda greiningar, við lendum undir radarnum. Og ég las það síðast í gær að langþráð ICD-11 viðmið sem eru loksins að koma í gagnið hérlendis, að þau beinlínis bjóða upp á enn eina mistúlkunina vegna þess að þessu sinni verður einhvert fólk að sýna fram á endurtekningasama hegðun og undarleg áhugamál. Og við gerum það ekki öll. Við föllum ekki öll þar undir. Sérstaklega ekki þau okkar sem maska og sem er oftar fólk sem er kvenkynsmegin á kynjaskalanum. Á sama tíma erum við sem sagt að sjá að það er verið að tengja vísindarlega meira saman bandvefsgerð, sem sagt klára líkamlega eiginleika og skynseginleika, bæði einhverfu og ADHD, sem ég held í rauninni að sé á endanum það sama. Enda segja nýjustu tölur að 70% einhverfra séu líka með ADHD, sem er meira hlutin, sem þýðir að það er ekki undantekning að vera bæði. Munsturheilin í mér vill tengja saman fleiri þætti. Og þar vísa ég til dæmis í grein frá 2023, birta í virtu tímariti, þar sem masking, eða það að dylja einhverfu eiginleika sína, sem við gerum flest frá blötu barnsbeini, vegna óskráðra krafna samfélagsins. Þessi rannsókn, hún leggur að jöfnu áhrif masking á heilsu, geðheilsu sérstaklega fólks, og leggur það að jöfnu við early life stressors og chronic adolescent stress. Mörg þekkja ACE hugtakið, Adverse Childhood Experience, og áhrif þess á lífslíkur, sjúkdómamyndun og almennt bara líf og heilsu og framtíð fólks. Og þarna er sem sagt búið að kúpla saman að masking jafnist á við early life stressors og chronic adolescent stress. Hver sem er einhverju kannast ekki við chronic adolescent stress, spyr ég nú bara. Það þarf ekki að rannsaka það málin eitt, sérstaklega myndi ég halda, bara að tala við okkur. En þetta skiptir máli vegna þess að þarna er komin skrifleg, með töflum og allt, heimild sem segir að masking sé heilsuspillandi, sérstaklega fyrir geðheilsu, getur valdið sjálfsskaða, getur valdið sjálfsvígstilraunum og hugsunum og framkvæmdum. Og þarna ættum við öll að vera að setja okkur í stellingar að hindra masking. Á sama tíma þá eru flest inngrip sem fólki dettur í hug að nota þegar einhver börn eru annars vegar þess eðlis að í rauninni kenna okkur að maska. Og þetta eru sveitarfélög, skólar, foreldrar að kaupa dýrum dómum, og þetta er fólk hikstalaust að bjóða upp á. First do no harm.
En ég vil líka tengja þetta við annan punkt sem er skólaforðun. Og skólaforðun er enn ein misgreining gagnvart einhverjum börnum þar sem talað er hlutina sem eru líkamlegir sem hegðun. Sjálft nafnið sem hefur verið valið á þetta heilkenni er hegðun, forðun að forðast. Og í raun er skólaforðun, það að forðast skólan, þetta sem börnin er að gera, það er bjargráð. Það er lífsbjargandi aðgerð sem þau eru að framkvæma án nokkurrar aðstoðar frá umhverfinu. Beinlínis með andstöðu frá umhverfinu. En ef þau væru, sömu börnin og þau eru, að hlaupa út úr brennandi byggingu, þá myndum við hjálpa þeim. En af því að þau eru einhver börn að hlaupa út úr byggingu sem brennir þeirra batteri og taugar og taugakerfi og geðheilsu, að þá þess í stað að hjálpa þeim er þeim snúið við og ýtt aftur inn. Aftur, first do no harm. Það er þá gjarnan gripið til þess að kenna þeim meira að maska. Og mælikvarðinn sem notaður er á heilbrigði þeirra og heilsu er mæting, sem er alveg stjarnfræðilega galið. Vegna þess að þau geta sýnt framfarir í mætingu á sama tíma og heilsu þeirra er að hraka stórkostlega. Með öðrum orðum, það er verið að búa til og viðhalda early life stress. Og það er verið að búa til og viðhalda chronic adolescent stress sem rannsóknir hafa sýnt að valda heilsu spillandi áhrifum í nútíð og framtíð og geta í verstu tilfellum verið beinlínis banvæn. Þarna finnst mér skipta öllu máli að fólk fari að átta sig á því að við erum að glíma við raunverulega líkamlega eiginleika. Við erum að glíma við öðruvísi bandvef, við erum að glíma við öðruvísi taugakerfi, við erum að glíma við öðruvísi ónæmiskerfi og öll þessi kerfi sem þurfa að vera í jafnvægi, þau eru farin úr jafnvægi og þau þurfa mikið og gott næði til að jafna sig aftur. Og þessar litlu sálir þær þurfa ekki á því að halda að heyra að þeim sé einhvern veginn að mistakast. Með því að forðast skólan heldur þurfa þau í raun og veru að fá klapp á bakið og hrós fyrir að bregðast rétt við og síðan þurfa allir að setjast saman og finna lausnir. Og svo ég fari aftur að byrjuninni að þá erum við oft að sjá þetta gerast hjá krökkum sem hafa enn ekki fengið greiningu vegna þess að þau hafa ekki sýnt rétta hegðun í prófunum eða hafa ekki kveikt á réttum perum hjá fólki sem er að leita að ákveðinni hegðun. Við erum þvert á móti að sjá krakka sem eru jafnvel mjög hlýðnir, mjög reglufastir, mjög samviskusamir og svo framvegis. Það sem er í raun og veru að gerast að mínum mati er að þessi krakkar eru í kulnun. Og við þurfum líka að venjast því að tala öðruvísi einhverfu kulnun heldur en kulnun í starfi. Einhverfu kulnun er sérstakt fyrirbæri þar sem að taugakerfið því í raun og veru slær út. Við getum hugsað okkur rafmagnstöflu og hvert skynfæri hefur sinn rofa, sitt öryggi og álag á hvert og eitt getur valdið því að þessi rofar er að slá út af og til. Það getur lýst sér sem shutdown, sem sagt að krakkar hverfa inn í sjálf sig. Það getur lýst sér sem meltdown þegar þau virðast vera að taka æðisköst. En í raun er bara rafmagnstaflan þeirra að spila út. Og það þarf að fjarlægja það áreiti sem kveikti útslagið til þess að geta hleypt rofanum aftur á og treyst því að taflan fúnkeri. Einhverfu kulnun er í raun þegar rafmagnstaflan er orðin svo lúin og það er búið að slá svo oft út að það er lekaliðin sem fer. Og það lekur einhvern veginn bara öllum póstum og það er ekki hægt að slá aftur inn. Og við þær aðstæður þarf að taka allt kerfið til róttækrar endurskoðunar.
Og það snýst ekki að reyna að finna sterkari öryggi vegna þess að skaðvaldurinn það er það sem er að valda því að örygginn slá út, ekki sjálf örygginn. Og við erum einfaldlega með öðruvísi rafmagnstöflu heldur en næsti maður vegna þess að við erum með öðruvísi bandvef. Og það má líka því við að bandvefurinn okkar sé einangrunar plastið utan á vírunum. Okkar er kannski bara þynnra og viðkvæmara og hleypir meira í gegnum sig og þannig er ekki hægt að búast við samskonar performance af hálfu þessara víra eins og þeirra sem eru samkvæmt stöðlum. En umfram allt, þetta er ekki hegðun. Hegðun er hvorki upphafinn í endirinn í þessum málum. Og hún á ekki að vera það sem við erum að horfa á sem einhvers konar viðmið. Vissulega getur hegðun virkað eins og til dæmis útbrot í ofnæmi, en ef við erum að glíma við ofnæmi og fáum útbrot, þá fer ekki allir fókusinn bara á útbrotin og við ætlum að stúdra þau bara alveg onni í kjölinn, heldur förum við að horfa á hvað olli útbrotunum og við förum að fjarlægja það og þá þurfum við ekki lengur að glíma við útbrotin. Þetta kunnum við, en varðandi einhverfu að þá er einhvern veginn alltaf þessi fókus á að við séum að hegða okkur á einhvern óviðeigandi hátt. Þegar raunin er sú að þetta á sér líkamlegar orsakir. Og þá spyr maður sig, hvað er það, til dæmis í skólaumhverfinu, sem við þurfum að endurskoða til þess að þessi krakkar hætti að slá út rafmagnstöflunni sinni? Ég held að við höfum gleymt á þeim tíma til dæmis þegar að allir skólar voru á iPad-væddir og ráðherrar settir út allt hús. Að þá held ég að við höfum gleymt því að einhver börn heyra til dæmis í hleðslutækjum og verða vör við þau. Við finnum fyrir Bluetooth-tengingum og við verðum vör við þau. Og þetta ertir taugakerfið okkar. Ég er ekki núna með eitthvað svona hú-hú dæmi rafsegulbylgjur eða eitthvað slíkt. Ég er bara að segja að ef maður til dæmis heyrir í hleðslutæki og það eru allir krakkarnir í bekknum með tæki sem þurfa hleðslu, að þá gæti það haft sitt að segja. Plús það að tíðni og ýmislegt annað sem við oft heyrum eða skynjum með öðrum hætti í gegnum okkar viðkvæmu víra, að við bara fylltum öll skólahús af þessu hérna eitt árið. Mögulega, þá getum við fundið samsvörun í tímalínu milli þess að skólaforðun fóru allt inn að verða áberandi í kjölfar þess. Fólk er tilbúið að horfa á COVID sem orsakavald, en erum við tilbúin að horfa á það sem við gerðum sjálf viljandi til að breyta umhverfinu án þess að reikna með því að það hefði áhrif á heilsufar barnanna. Mér gæti líka dottið í hug að pæla í hlutum eins og því að börn fari yngri og yngri í leikskóla og byrji þar að leiðandi yngri og yngri að vera í óbærilegu áreiti ef þau eru einhverf. Vegna þess að einhverfukulnun, hún virkar þannig að hún tæmir fyrst aðalbatteríið okkar og svo tæmir hún varabatteríið og svo tæmir hún neyðarbatteríið og það er þá sem fólk fer að sjá afbrigðilega hegðun. Og einhver börn sem að hafa jafnvel ekki fengið að vita að þau eru einhverf og umhverfið þeirra veit það ekki heldur vegna þess að þau er ekki með nógu skrítin áhugamál eða endurtekningasama hegðun. Þau hafa engar forsendur fyrir því að vita að þau séu að upplifa heiminn á annan hátt heldur en næsti krakki við hliðina á þeim. Þau hafa þvert á móti ástæðu til að halda að þau séu bara svona léleg í að vera skólabörn vegna þess að þau virðast ekki þola þetta umhverfi eins vel og næstum aður. Og þau taka ábyrgðina yfirleitt algjörlega á sjálf sig og spyrja ekki þeirra spurninga hvað er að hérna í kringum mig. Og því miður þá eru við fullorðna fólkið yfirleitt að hjálpa þeim að halda þessari skoðun vegna þess að við erum sífellt að segja þeim það er ekkert suð hérna inni, það er engin hávaði, þú finnur ekki fyrir þessu og svo framvegis og borðaðu bara matinn og sittu stildur og vertu góður. Og það sem er mikilvægast að vita varðandi einhverfukulnun er að þegar hún skellur á þá upplifum við færnitap. Ég kalla þetta tímabundna heilabilun. Og barn sem hefur verið samviskusamt, duglegt, jafnvel góður námsmaður, alltaf eins og hugumanns, það upplifir sig allt í einu að vera orðið vitlaust vegna þess að það man ekki hluti, það jafnvel getur ekki lesið. Ég hef verið í þeim sporum að verða ólæs, það er mjög óþægilegt og þá var ég nú þó orðin fullorðin. Þannig að þau eru skyndilega að upplifa sig í algjörum vanmætti. Þeim líður illa og þau get ekki neitt.
og þau hafa kannski aldrei áður þurft að biðja um hjálp við eitt eða neitt. Og þetta eru algjörlega nýjar aðstæður og hvað dettur þeim helst í huga að segja? Ég get ekki verið hérna, ég get ekki farið í skólann. Og nota bene að þetta bætist ofan á algjöra líkamlega og andlega örmögnun sem er fyrsta einkennið. Og ef þú ert unglingur þegar þetta gerist, þá eru hvað sem er allir viðbúnir því að þú sért orðin meira syfjuð heldur en þú hefur verið áður og þú þurfir meiri svefn og þú sért meira inn í þig og svo framvegis. Þannig að þú ert að sýna dæmigerða unglingahegðun sem getur samt verið bráða sjúkdómseinkenni. Og viðbragðið er samsagt þetta, snúa krakkanum við og ýta honum aftur inn í skólann. Haltu bara áfram að vera í umhverfinu sem að gera þig veikan. Við munum styðja þig að mæta alla morgna, ýta þér fram úr rúminu. En samsagt, bottom line. Við erum að glíma við öðruvísi anatómíu, ekki bara í heilanum, heldur líka bara í því að við erum með lægri blóðþrýsting, við erum með óstöðugri liði, við erum með minni stuðning við innri líffæri, við eigum erfiðara með að skynja stöðu okkar í rúmi, sem sagt svona proprioception eða skynja sjálfan sig, og enteroception sem er að skynja hvað er að gerast inn í okkur, hvort við erum svöng eða södd eða hvort það er þrýstingur í maganum eða ekki og svo framvegis. Öðruvísi bandvefur gerir þetta erfiðara. Þannig að við erum í raun og veru með líkamlegt handicap sem enginn er að pæla í, sem er túlkað og tjáð sem hegðun og mælt sem hegðun og brugðist við sem hegðun. Og það gengur ekki lengur.